Komið sæl og verið velkomin að skjánum. Það komið að síðasta þættinum af Maður á mann í bili. Síðustu áramót tókum við saman brot af því besta úr þáttunum fyrir áramót. En nú komið að því að taka saman það besta úr þáttunum eftir áramót. Og það við hæfi að hefja þessa yfirreið á manninum sem vakti hvað mesta athygli á nýliðnum vetri. Jóni Ásgeiri Jóhannesinni, forstjóra Baugs. En hann sagði í þætti mínum á dögunum að það væri greinilegt að það mætti ekki allir eiga fjölmiðla á Íslandi. Það greinilega skiptir máli hver á hlutin. Og af hverju óheppilegt að þið eigi hlutin? Ég veit það ekki. Þú hlýtur að hafa einhverja tilfinningur? Það hafa margir spurt mig þeirra spurningar. Hvað kom eiginlega upp á milli ykkar sem hefur látið þessa heift í ljós? Já, virkar eins og sé eitthvað voðalegt. Já, en ég hef ekki fundið það. Maður að nafni Björn Bjarnason dómsmálaráðherra ekki alveg sammála Jóni Ásgeiri. Við tókumst á í byrjun maí fjölmiðlafrumvarpið. Hættan náttúrulega svo margvísleg. Það margvísleg hætta sem blasir við og það að taka dæmi bæði hér heima og erlendis. En með öðrum orðum þið treystið ekki einkaaðilum með þessum hætti til þess að reka? Jú, að sjálfsögðu treystum við einkaaðilum. En ekki málsökt falin í þessu? Til þess að reka fjölmiðla. Það ekki Morgunblaðinu morgun tekið dæmi það. Hvað myndum við segja í Bandaríkjunum ef að Walmart tæki að sér og keypti New York Times? Menn myndu hrökkva í kút. Þessi samtenging á milli ólíkra aðila, þessum fyrirtæki sem eru markaðsráðandi til dæmis á bæði í byggingamarkaði og matvörumarkaði, taka fjölmiðla og halda þeim með þessum hætti. Það er það sem menn að vara við. Hvar er misnotkunin? Misnotkunin, við erum ekki að dæma neina misnotkun. Það er ekki... Þú varst að segja það fyrir hér í þættinum að misnotkun hefði verið í gangi. Hún blasir við víða að fjölmiðlar eru misnotar að sínum eigandum. Jón Ásgeir talaði tilvílanir í þessu máli öllu saman, fjölmiðla havaríunu. Hefur einhvern tíðan haft á tilfinninguna að hafskipsmáli endurtakið sig og þið verið leiddir í járnum inn í Dýflissu? Ég hef fengið það á tilfinninguna. Heldur það gerast? Ég ætla að vona ekki. Þú heldur í vonuna? Nei, ég ætla bara að segja, það sem ég segi að það er svona dálítið mengað umhverfi í gangi á Íslandi. Var það tilvílun að ráðist var inn í höfuðstöður ykkar í Luxemborg á sama tíma og fjölmiðlum frámörp var í hámæli? Ég ætla ekki að dæma til það. En margar eru tilvílunir í þessu máli. Ég spurði Björn Bjarnason hvort að hann og Davíð Oddsson væri einfaldlega pirraðir út í völd Baugs manna. Ég er ekki pirraður út í þennan mann, ég þekki hann ekki neitt. Hvernig á ég að vera pirraður út í mann sem ég þekki ekki neitt? Ég verð fyrst og fremst pirraður út í mann sem ég þekki eitthvað en ekki menn sem eru bara að græða peninga. En þeir verða náttúrulega að fara eftir líka ákveðnum leikreglum og gangið þeim vel að vinna inn sitt fé og notið þeir það í skynsamlegum og góðum tilgangi án þess að það kalli fram það að menn leggi fyrir löggjafan, það komið hér ákveðið hættuástand sem nauðsynlegt að löggjafinn bregðist við. Jón Ásgeir fór á frægan fund með Davíð Oddssyni í stjórnarráðinu sem mistókst? Fundur var ágætur á þannig séð. Ég held að ég hef ekki búist við að menn myndu fallast í faðma á fundinum. Og þið gerðu það ekki? Og hann hafði mjög skýra skoðanir á þessum mál. Gátuð þið tala saman? Já, það var ekkert að því við gátum alveg spjalla saman. Kanntu þokkalega við mann? Ég held að Davíð hafi gert marga mjög góða hluti. En gagnvart ykkur? Ég er svona í seinni tíð finnst mér að hafa farið út á sporinu. Hótaði Davíð þér á fundinu fræga að setja þessi lög á þér? Já, hann hafði mjög sterkar skoðanir það að slík lög var nauðsynleg. Og var hótun í orðunum? Já, hann orðaði það mjög sterklega. Sem fyrir hótun? Þú mátt lesa hvað þú vilt í það, en sterklega orða. Ritstjóri Fréttablaðsins Gunnar Smári Egilsson kom til mín fyrr í vetur og talaði einhvers konar menntað einveldi sem menn væri að koma á fót í þessu samhengi. Ég held að við þekkjum dæmi þess sem að menn hafa reynt að nota fjölmiðla í annarlegum tilgangi og almenningur einfaldlega hafna þeim. Ég held að saga DFF í hönda fyrireiganda sé raunverulega sönnu þess og við þekkjum fleiri dæmi þess í íslensku fjölmiðlasögu. Gott og vel, en og það almenningur sá sem á að hafa þetta var. Það er ómögulegt að það sé einhverju menn á bak við tjöldið af oftrú á sína eigin skynsemi sem að móti reglunar mjög þröngt þannig að hlutinni sé eins og þeir helst kjósa eða hreint og betur velji þá sem eiga fjölmiðla. Ég er bara ekki hlynntur slíku svona menntuðu einveldi.
Stundum finnst mér þetta eins og að við tekið sig upp einhver svona gömul stemming, kannski frá kalda stríðinu, kannski mann dettur að huga Sjálfstæðisflokkurinn síðan, þeir eru svolítið breiður flokkur, mjög fjölmennur flokkur, þar sem að rúmar margt, að hann hangi helst saman á sameiginlegum óvin og stundum finnst mér að það er bara einhver hópur manna verið svo óheppinn að ganga fyrir sigtið og þurft að skilgreina hann sem einhvern óvin til þess að halda hópnu betur saman. Annar ritstjóri kom til mín í vetur, Jónas Kristjánsson, og er eldri en 2 vetur í bransanum. Hann hefði einfalda skýringu á öllum látunum í kringum fjölmiðlana á Íslandi. Já, þetta náttúrulega valda sviptingar í þjóðfélaginu. Það hefur einkavæðingin hefur farið allt öðruvísi heldur en að aðstandendur hennar ætluðu sér. Svo kallaði kolkrabbi heitin eða ekki heitin, hann átti að taka þetta en hann hafði svo allt í einu ekki peninga til samkeppni við peninga sem annars vegar komið frá Rússlandi og hins vegar frá Bretlandi. Og eru það vondir peningar? Sumum finnst það vondir peningar, þetta er hvað sjónarhólið þú ert. Í hvers skipti sem að eru nefndir einhver eigendur og þá er fundin einhver galli á honum og það mér heyrist það helst að það sé engu treystur til að eiga fjölmiðlan nema ríkinu og eigandum Morgunblaðsins. Fjölmiðlaumræðan í vetur hefur meðal annars snúist það að blöð Baugsveldisins sé að skrifa illa, jafnvel níð Davíð og félaga. Illu Jökulsson ritstjóri DVF settist gegn mér og kannaðist ekki við nein níðskrif. Heldur það eitthvað níð að birta mynd af Davíð Oddssyni í einkennisbúningi Hannesar Hafstein? Í hverju það níð fólki? Já, það verið að sýna hann kannski í háðulegu ljósi. Það líkja honum með Hannes Hafstein, hann Nei, það verið að sýna hann í öðru ljósi en hann sannarlega er. Já, ég meina... Eða Björn Bjarnason í hermannabúning. Já, að því það var verið að fjalla hans sérstaka áhugamál og metnaðarmál. En er þörf á þessu? Nú var svo tíð að það var að gefa út sérstakt gamanblað eins og Spegillinn og svo hafa dagblöðin verið með öðrum hætti gefin út. Hvað er DVF þá? Er það skemmtiblað eða gamanblað eða eins og Spegillinn eða er þetta alveg dagblað? Þetta er grafalvarlegt dagblað. Sérstaklega hægrimenn segja að þið séð með Davíð og aðra hægrimenn í einelti? Nei, það er ekki svo að ef við verum algjörlega fókus á Davíð Oddsson þá hefðu við ekki náð þessum árangri sem við höfum náð. Það eru margar hliðar á þessu máli öllu saman og Jón Ásgeir Jóhannesson talaði það að margir sjálfstæðismenn væru gáttaðir á öllu málinu í sín eyru. Það er svona mjög skrýtnar skýringar sem maður fær frá mönnum, þingmönnum og jafnvel ráðurum sem að segja að jú, við erum nú að gera þetta fyrir kallinn, þetta er mikið metnaðarmál hjá honum að klára þetta mál áður en er hann að hætta eða ég veit ekki hvað en allir samt sem ég tala við, það getur það verið litið af því að þessi aðalega eru að tala við mig, að þeir segja þetta er ekki í lagi. Jafnvel ráðherrar segja þetta? Jafnvel ráðherrar. Hvaða? Ég nefni það ekki. Þú getur nefnið það hér? Nei, ég nefni það ekki. Margir ráðherrar? Já, allavega einn. Allavega einn? Já. Jafnvel fleiri? Já, ég hef ekki heyrt það frá fleirum en ég veit að aðilar hafa heyrt þetta frá fleiri ráðherrum. Fjölmiðlafrumvarpið hefur mjög reynt á stjórnarsamstarf Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Menn eru misjafnlega reiðubúnir til að viðurkenna það. En Guðni Ágústsson settist gegn mér í vetur og talaði það að líklega myndu þessir 2 flokkar ekki taka saman að nýju eftir næstu kosningar. Jú, lýðræði kallar á það og ég ætla ekki að fullyrða það. En þú vilt taka hérna? Nei, það getur vel verið að báðir flokkar telji það heppilegt fyrir sig að skiptum og endurnýja og fara í samstarf við annan. Þú ert að segja það sé... Kosningar ráða miklu það og þetta staðan í þjóðfélaginu. En þú ert að segja það sé á vissan hátt æskilegt? Ég tel að báðir flokkar muni skoða það mjög næstu kosningar að horfa á nýja möguleika, ég engum vafa það. Guðmundur Árni Stefánsson, þingmaður Samfylkingarinnar, var vissari í sinni sök. Hann er byrjaður að telja mánuðina í lífstíma stjórnarinnar. Það er bara að segja, andrúmsloftið milli stjórnarflokkana er að bresta, það er komið þreyta í liðið. Ég hef sagt það áður og sagði það í byrjun þessa kjörtímabils að það kemur mér ekki óvart að ári, það er að segja vorið 2005, að þá rinni upp tíðindir sem að gera það að verka með við sæðum hér nýja ríkisstjórn eða nýjar kosningar. Þær allir hafa jafnvel heyrst í vetur að fjölmiðlafrumvarp ríkisstjórnarinnar megi rekja til einhverja skapgerðarbresta Davíðs Oddssonar forsætisráðherra. Guðni Ágústsson sagði mér ágæta sögu af forsætisráðherra í þættinum.
Ég minnist þess nú svona þegar hann kom inn í þingið og var að byrja. Fyrstu ár voru nú erfið í kreppunni og reyndi mikið á. Við vorum gríðarlega harður stjórnaranstæðingar þá framsóknarmenn, þar á meðal ég. Kannski hefur við svona líkingu við Ögmund stundum, skammarkjaftur. En ég man eftir því að Davíð var mér reiður og svona, já, það gerðist eitthvað. Ég held ég hef við að pína hann heila nótt með Ólafi Þórðarsyni. Þetta 5 morgun þingi var svona á þenn tíma og sjálfsagt hef ég verið óþægilegur og sagt eitthvað sem ég átti ekki að segja. En ég fann að hann hafði mig á köldum klaka í nokkur ár. Í nokkur ár? En ég auðvitað gleymi því ekki að eftir að Framsóknarflokkurinn fór síðan 1995 að starfa með Sjálfstæðisflokknum, þá fannst mér gerast mikil tíðindi þegar Davíð hringdi í mig og ég held að verið Havel, Tékklandsforseti sem kom hér og sagðist bjóða mér á minni konu á Þingvöll þar sem var að taka á móti þessum gesti. Ég þakkaði fyrir og við fórum þangað og þegar ég kom þangað þá var það skáld og listamenn og engin stjórnmálamaður. Ég var undrandi á minni veru þarna þannig ég kallaði hann út í garð og margir tala nú að Davíð sé langminnugur og fyrirgefi seint. Langrækin heitir það? Og langrækin, já. En þarna gerist það að ég hafði auðvitað eins og hinn fagra Snæfríður Íslandssól og spurði hvers vegna dregurðu mig í þitt skelfilega hús. Og hann sagði, já, nú það svo að flokkar okkur var að starfa saman. Við þurfum að eiga samstarf og ég spái því að þú verðir ráðherra í þínu flokki og áhrifamaður. Þannig að þó að við höfum ekki verið alltaf sammála á síðustu misserum að það var bara nýr tími hafinn í okkar samskiptum. Nýlega rannsóknir sýna að beinþýning er vaxandi heilbrigðisvandamál meðal karla. Alltaf 3 beinbrota á efri árum verða hjá körlum. Karlmenn á öllum aldri þurfa því að gæta beinheilsu sinnar. Regluleg hreyfing styrkir ekki aðeins vöðva, heldur einnig bein og getur dregið úr hættu á byltum og beinbrotum. Til að sporna gegn beinþýningu er einnig mikilvægt að fá nóg af D-vitamíni og kalki. Kalk fæst auðveldlega úr mjólk og mjólkurvörum. Kalk við hæfi, alla ævi. Lestrargleði JPVAF, Öxin og jörðin, margverðlaunuð og stórbrotin bók Ólafs Gunnarssonar, Svo fögur bein var valin besta lesning ársins 2004, Legðu rækt við ástina. Ný metsölubók eftir Önnu Valdimarsdóttur sálfræðing, Annað tækifæri, James Patterson fær hárin til að rísa. Maður á nafni Dave, lokabindi sögunar sem hófst með bókinni Hann var kallaður þetta, Dætur Kína, bældar raddir kvenna sem lifa við hrikalegar aðstæður, nauðgana og ofbeldis. Einhvers konar ég, eftir Þráin Bertelsson, er einhver besta bók sem komið hefur út í háa herrans tíð. Kræktu þér í nýja kilju á sölustöðum allt land. Komið sæl á ný, við erum að rifja upp brot af því besta úr þáttunum Maður á mann í vetur sem leið. Æðimargir viðmælendur mínir töluðu opinskátt líf sitt, þar á meðal Sigursteinn Másson, formaður Geðhjálpar, sem hefur orðið fyrir barðinu á geðhvarfasýki. Fyrst greindist hann 1996 þegar hann var að vinna þáttum Geirfinns og Guðmundarmálin og þá gerðist þetta. Þetta átti hugminn allan, þetta mál meðan á þessu stóð. Og það mátti lítið út að bregða þegar það síðan gerist að það verða breytingar á mínum högum og ég fer að taka eftir ákveðnum hlutum í kringum mig og þá grípur mig þessi ofsahræðsla sem síðan leiðir til sjúklegs hræðsluástands og í framhaldi af því bara misti ég algjörlega fótana í lífinu og lenti á geðdeild. Og Sigursteinn er ekki hættur. Einu sinni var hann að vinna þáttagerð út í fyrrverandi ríkjum Júgóslavíu og millilenti í Kaupmannahöfn á leið til Íslands og þá var hann aftur fyrir barðinu á geðhvarfasýki. Ég fór úr í Kaupmannahöfn og ætlaði að vera þar í 4 daga og var þar í 4 vikur og lengst af á sjúkrahúsi. Þá voru svona hugmyndirnar farnar að láta á sér kræla og
og þetta var svona dálítið stuð hjá mér í nokkra daga. Ég hef nú verið mjög heppinn eins og til dæmis eins og í Kaupmannahöfn, það er ekkert grín í sjálfu sér að verða mjög veikur á geði og fá ranghugmyndir og vera einn á erlendri grundu. Það er grínlaust. Maður getur bara týnst eitthvert í veröldinni og það eru dæmi einstaklingar sem hafa farið í nattferðir án þess að í raun og veru vera með fæturna á jörðinni eða átta sig á því hvað þeir væri að gera. Þannig að ég var í raun og veru bara mjög heppinn að mál skyldu leysast svona farsælega í Kaupmannahöfn. Í þeim tilvikum þegar að Sigursteinn hefur átt við þessi veikindi í sína stríða hefur mammans komið ávallt honum til hjálpar og orðið að svipta hann sjálfræði í hvert sinn sem hann hefur farið fyrir hornið. Það er erfitt. Hvernig var þér við að skoða eitthvað skjal uppi á geðdeild með formlegum hætti og sjá svo nafn móðurinnar neðst? Það var auðvitað hörmulegt og það var hörmulegt sérstaklega í því ljósi vegna þess að þá var það í samhengi við alla þá margra mánaða vinnu sem áður hafði átt sér stað varðandi Geirfinns- og Guðmundarmálin. Þannig að dómsmálaráðuneytið og pappír frá dómsmálaráðuneytinu það að ég væri nauðungarvist á einhvern tilteknum stað og móðir mín sem færi fram á það var auðvitað ekki það sem ég þurfti akkurat á að halda. Og það var eins og hún væri komin í samsæði? Nákvæmlega, það var trúnaðarbrestur þarna. Og slitnaði á milli ykkar vinskapurinn? Vinskapurinn slitnaði aldrei, en það var þarna trúnaðarbrestur. Það var auðvitað alvarlegur trúnaðarbrestur. Hann er alveg búinn að lagast núna, en það tók dálítinn tíma að laga hann. Og eins og ég segi, það sem eins og að það sé ekki nóg fyrir manns nánustu að horfa upp á veikindin þegar þau verða, að það þurfa að bæta þessu ofan á þessari ábyrgð og þessari píslargöngu. Einn af viðmælandum mínum í vetur, Gunnar Þorsteinsson, forstöðumaður í Krossinum, sagði mér frá því þegar að móðir hans var myrt. Þjóðin veit það, hún var myrt á mjög grófan hátt. Þar sem hún var í sínu skjóli, í sínu íbúð. Áttræð kona. Að vísu var hann búinn að segja mér skömmu áður að hún væri svona södd lífdaga, að henni fyndist þetta orðið ágætt. En það er sama, það vil enginn sjá ástvinn fara með þessum hætti út úr þessum heimi. Hún átti sterka trú og var reiðubúin að fara, en þetta var hræðilegt og gríðarlegt áfall fyrir okkur öll. Og þannig var það ungur fíkill sem nánast fyrir tilviljun bankaði upp á þarna hjá henni? Já, hann bankaði á annar íbúð og þar voru gestir og síðan bankaði hann á þessari og þar var ekki gestur og hann gat að dæma sig. Aðkoman hlýtur að hafa verið óhugnanleg? Hún var skelfileg og það var bróðir mér reyndar sem kom að og hann hringdi heim í mig en ég var ekki heima. En seinna kvöldið náði svo sambandi við mig og ég treysti mér ekki á vettvang. Ég verð nú að segja, ég er ekki stærri maður en það að þetta gjörsamlega bar mig ofurlið að heyra þetta. Nú konan mín ætlaði að fara en þá er það sem að Geir Jón Þórisson sem að er lögreglumaður í Reykjavík og flestir þekkja. Góður vinur okkar og æsku vinur að hann kemur til okkar og segir okkur svona nánar af þessum atburði og reyndar eyðir að megnur á nóttinni með okkur. Og það var gott að við gátum grátið saman og beðið saman og fjölskyldan safnaði saman og smá saman þá svona kom þessi veruleiki í ljós og hann gat leitt okkur svona fyrstu skrefin í að bregðast við þessu. Það hlýtur að hafa vaknað eitthvert hatur innan með þér? Já, það eru margar tilfinningar. Það er ótti, það er reiði, það er skelfing, það er örvænting, það er sorg og síðan erfitt að sýna viðbrögð, hvað á ég að gera, hvernig á ég að bregðast við, að veita tilfinningum réttan farveg. Sorgin er mörg í lífi manna. Guðmundur Árni Stefánsson, alþingismaður, lýsti því fyrir mér þegar að 2 elstu synir hans létust váfeflega í eldsvoða. Við urðum fyrir því hjónin að missa okkar 2 elstu drengi, Fannar Karl og Brynja Frey, og voru þá 4 og 8 ára gamlir úr hörmulegu slysi. Hvað gerðist? Það varð eldur í húsi í raunar æsku heimili mínu, þar sem að þá bjó bróðir minn Gunnlaugur, þegar nú er prestur fyrir austan. Og það var ekkit við ráðið og þeir létust þarna í þessum eldi, brunnu að vísa ekki heldur. Það voru það eiturgufu sem urðir að aldur til hann. Og þetta var afskaplega erfiður tími og er auðvitað erfiður tími. Það er þannig að maður verður auðvitað aldrei samur eftir. Þarna verða til sár sem að
aldrei gróað fullu og afstæðamast til lífsins breytist, maður finnur það svona þegar frá líður ekki síst að svona, maður kannski umburðarlindari sem betur fer en ég hins vegar, það hjálpaði mér mikið að ég hef mína barnatrú og trúi því að þeir séu á vísum stað. Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, missti dóttur sína úr krabbameini. Ég spurði hana að því. Það fer enginn í gegnum lífið á þess að kynast mótlæti. Missti dóttur þína nýlega? Já. Erfitt? Já, sko, það auðvitað eitthvað sem maður ekkert að tala auðvitað hljóta allir að vita, það erfið reynsla, en henni deili ég bara með sjálfur mér og mínu nánustu. Kýst á svo sér? Já, mér finnst það líka bara, vera svo eina virðing sem maður sýnir þeim sem fara, það að maður umgangist á þeirri virðingum að bera það ekki á borð fyrir aðra. Lífsskoðanir fólks geta mildast við áföll sem þessi. Ásdís Halla Bragadóttir, bæjarstjóri í Garðabæ, sagði mig til dæmis frá því að frjálshyggjan hefði mildast í sínu lífi við þetta atvik. Þegar ég hóf nám í Háskóla Íslands og fór að kafa ofan í frjálshyggjuna, þá fannst mér að lögleiðing fíkniefna væri besta leiðin til þess að vinna gegn neyslunni, besta leiðin til þess að vinna gegn ofbeldi og öllu því hræðilega sem fylgir fíkniefnum. Bróður minn var í mikilli neyslu og lést eftir að hafa tekið of stóran skammt. Þannig ég fór í gegnum þetta ferli og fór í gegnum það á mörgum árum. Á ákveðnum tímapunkti að þá skildi ég við þetta að þetta löglega fíkniefni og tók þá afstöðu að það væri miklu betra að afnema allt umburðarlyndi. Æðimargir viðmælandi mínir í vetur hafa sopið vínið ótæpilega. Þar á meðal Þórarinn Tyrfingsson, yfirþurrkari landsmanna og yfirlæknir á sjúkrastöðinni að Vogi. Hann sagði mér þetta sína drykkjusýki. Ég byrjaði náttúrulega snemma því ég réð ekki við það þegar ég var drukkinn og svo var ég orðinn 4 daga maður en gæti alltaf ráði hvernig ég byrjaði. En ekki hvernig þú endaðir? Nei, aldrei. Ég gæti aldrei stjórna því. En síðan endaði mig, ég gæti ekki einu sinni, sko. Ég byrjaði dag eftir dag ákveðin í að hætta að drekka og byrjaði svo að drekka bara í eftirmiddag og svo endaði þetta bara, maður grét, skildi ekkert hvað var að ske, botnaði ekkert í þessu. Jónas Kristjánsson viðurkenndi drykkjuskap sinn þegar hann satt gegnt mér. Hann sagðist hafa hætt að drekka af sjálfsdáðum. Þetta var fyrir mér, þetta allt í lagi fyrir unga menn og hressa, sem geta vaka alla nætur. En þegar menn orðnir miðaldra og farir að vera timbrar á mótnana, þá gengur það ekki lengur. Þá verður menn að velja að hafna og ég hætti að drekka og ég hætti að reykja líka. Það var ég hafði meiri áhrif að hætta að reykja. En varstu orðinn drykkjubolti? Nei, ég var mjög sívilíseraður maður. En á hverju... Ég var svona samkvæmisdrykkjumaður. Já, en á hverju taka mér þessa ákvörðun? Já, ég var í erfiðu starfi og ég hafði mörg áhugamál og ég þurfti svona að hafa mig allan við til þess að gera það sem ég var að gera. Ég gæti ekki verið með þetta líka, ekki til lengdar. Ég var ekki sössel, Ég hafði ekki heilsu til þess að standa undir. Jón Ásgeir Jóhannesson sagðist oft vera ansi tæpur á því og skvetta, hressilega í sig. Ég held að eins og móður minn segir oft mig, gangtu hægt gleðandi dyr. Gerur þú það? Ég reyni að hafa það í huga. Stundum ekki? Stundum hefur maður farið yfir strikið, það verður bara að viðurkennast. Drekkur þú því til óbóta? Það hefur komið fyrir, já. Hvernig það? Maður drekka sér til óbóta með að drekka mikið, ég held að það sé bara þannig. Ólíkt Jóni Ásgeiri Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri Fréttablaðsins, hættur að drekka, enda hvaðst hann hafa verið á árum áður vitlaus með víni. Ég var hryllilegur með víni, Ég var vitlaus með víni. Ég held að allir verið fegnir þegar ég hætti að drekka, meira þessar barþjóðnarnir sem þó höfðu tekið að því. Ég hef alltaf ekki hitt neitt sem hefur hvatt mig til þess að fara að drekka aftur. Menn sökkva misjafnlega djúpt í drykkju sinni. Þórarinn Tyrfingsson skraphauði eiginlega botninn. Já, fyrst drakk maður náttúrulega vín og flott vín og svo drakk maður það sem maður fékkst hjá úr ríkinu og svo var maður farin að bera svo mikið heim úr ríkinu og það dugði ekki og þá notaði maður alla sprúttsalana á staðnum þar sem ég var og svo var ekki það ekki hægt og þá bruggaði maður og maður búið að drekka það allt og maður átt þá ekkert eftir nema bara bláspritt og drakk það líka þegar þess þurfti. Hvernig í andskotanum er hægt að drekka það? Það er mjög auðvelt? Já. Segðu þið ekki? Já.
Og hellir maður bara í sig Drekka sprit, já. Og hvernig bregst líka með þið? Ég stundu kasta maður upp, þá bara drekkur maður aftur. Og aftur? Aftur, já. Þetta sem sé geðveiki og ekkert annað. Já, það eru margir sem hafa sagt það. En svo eru fordómar á því, sko. Auðvitað er þetta ekki nýrnasjúkdómur, það er ljóst, áfengissýki. Hún er bundin við heilan. Guðjón Þórðarson, knattspyrnu þjálfari, lýsti drykkjuvanda sínum fyrr á árum svona. Ég drakk á röngum tíma og mikið á röngum tíma. Og það er bara með það eins og margt annað. Þú þarft að vera við stjórnvölinn og þegar þarna koma á kunnu hlutir þá var ég ekki við stjórnvölinn og það var óásættanlegt og ég ákvað að takast á við það. Getum við sagt að þú hefði verið dýrvitlaus með vínu? Nei, það held ég sé ekki rétt. Ég var mjög skemmtilegur og það söknuði þess margir þegar ég hætti. Illu Jökulsson Jakobssonar, ritstjóri, sagðist eiginlega vera á því að áfengisneyslan væri genatískur andskoti. Eins og allir eru sem sko drekku mikið, þá var ég bæði heimskari og leiðinlegri sko þegar ég var drukkin heldur en mér fannst þægilegt að vera. Og að viðtali mínu við Illu að mátti ráða að áfengið hefði svolítið mengað samband hans og föðurins. Ég hef lítinn áhuga á því þegar fólk kemur og vill fara að ræða við mig hvað hann hafi verið stórkostlegur og skemmtilegur maður. Hvernig var sambandið ykkur? Náið? Nei, ég held nú ekki. Ég held það geti varla heitið. Ég les það á svörum þínum að það hefði verið svolítið erfitt á milli ykkar. Nei, það var ekkert erfitt á milli okkar sérstaklega, en hann náttúrulega eins og ástæðulaust að tala einhverju tæpitungu það, sko, mamma hefur nú skrifað það heila bók, að hann var náttúrulega, sko, illa haldinn alkohólisti og það mótaði allt heimilislífið svo mjög að svona eðlilegt samband milli hans og minnst kosti mín sem sonar hans, það myndaðist lítt eða varla. Og blessað áfengið getur haft margvíslegar afleiðingar í för með sér, stundum jafnvel skáldleg tilþrif eins og í tilviki Guðjóns Þórðarsonar. Já, ég beitti þumal á rithöfundi hérna sem stökk upp á baki á mér og setti hendurna fram fyrir mig og þá var hægt að spyrja viðkomandi rithöfund hvað hann að gera með þumalinn upp í andlitinu á mér. Eggert Magnússon, formaður Knattspyrnusambands Íslands, drakk vissulega mikið en hann át hér á árum áður miklu meira. Ég var nú vist fyrir rest svona 156 kíló. Og er þetta eitthvað sem var til strax í æsku eða? Nei. Þetta var bara ólifnaður á mér á ákveðnum tímakabli í mínu lífi Og hvenær varstu þyngstur, heldur þú? Já, það var svona hérna 77-78, þá fer ég meðferð til Ameríku. Við erum einhvern veginn mynd að þér frá þessu tímabili og þú ert óþekkjanlegur á þessari mynd með það sem er í dag. Já. Þessi mynd segir alla sögur. Þarna var ég á toppnum, sko. Þarna varst á toppnum. Og það eru margir að reyna að grenna sig eitthvað í líkingu við það sem Eggert Magnússon gerði. Svo sem eins og Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, sem ætlar að reyna að koma sér niður í 100 kíló á næstu mánuðum. Ég vil ekki að segja að ég sé vel yfir 150 kíló. Og hvað ætlar það langt niður? Helst niður í 100. Heldur það tekist? Já, það hefst svona hægt og rólega. Ein leið til þess að grenna sig er náttúrulega bara að hætta að eta. Kolbrún Halldórsdóttir er löngu hætt að éta kjöt. Eflaust fannst ýmsum að ég léti á sig og ég auðvitað horaðist, en það gerðist automatist, ég léttist talsvert og fólk held ég væri komið með krabbamein eða eitthvað, en það var nú ekkert alvarlegt eins og ég segi, það er bara, ég fór bara með breyttum lífstíl, ég fór að hreyfa mig meira. Actavis er leiðandi fyrirtæki í lyfjaiðnaði á leið til bjartari framtíðar, ótal möguleika. Framtíðar betri heilsu og velsældar. Framtíðar velgengni fyrir viðskiptavinni okkar, hluthafa og starfsfólk allan heim. Actavis, hagur í heilsu.
Við sem kunnum eitthvað með peninga að fara vitum að þetta hér kostar sennilega eitthvað meira en þetta hér. Og ef maður ætlar að eyða eitthvað í líkingu við þetta, var maður kannski eitthvað svona, en ekki þetta sem maður var kannski að vona. Það kostar oftast eitthvað í þessa veg. En þá sjaldan sem maður fær mikið fyrir lítið gleðst maður og vill að það gerist sem oftast. Sumarferðir eru betri en aðrar. Fullkomnaðu safnið. Lord of the Rings, Return of the King er komin í næstu verslun BT. Þessi mynd skildueign í safnið. Hálendishandbók. Ökuleiðir, gönguleiðir og áfangastaðir á hálendi Íslands í nýrri og glæsilegri útgáfu. Nýjar ljósmyndir, nýjar leiðir, geisladiskur með myndskeiðum á 80 vöðum fylgir bókinni. Heimarhá. Komið sælan í, við höldum áfram að rífi brotið því besta úr þáttunum Maður og mann í vetur sem leið. Sigursteinn Málsson, formaður Geðhjálpar, talaði hamingjusamlega sína samkynhneigð. Ég mjög þakkláttur fyrir samkynhneigðina mína og Guði sé lof fyrir geðveikina. Þetta hefur kennt mér óskaplega mikið. Og ég væri auðvitað ekkert sá sem ég í dag ef ég hefði ekki gengið í gegnum þetta. Samkynhneigð refst ég við Gunnar Þorsteinsson í Krossinum og við tókumst nokkuð harkalega á. Hann á því að svona fólk þurfi lækningar við. Og allir sem að stunda í einhverju mæli afbrigðilegt kynlíf, þeir finna að þeir eru sekir. Þeir vita að það sekt yfir þeim. Þeir vita að þau þurfa að laga sitt líf. Þess vegna eru það margir sem hafa gengið þennan slóða sem að leita Guðs og fá lækningu og lausn. Fjölmargir. Það nú þannig. Og ég ítreka hennar í að þeir sem ég hef talað við og hafa iðkað þetta, stundað þetta og ástundað, þeir gera það í kvöl. Og það kemur út með ýmsum hætti ef að lífsmátið þeirra skoða. Mér finnst þetta fáránleg fullyrðing og alhæfing. Já. Allt fólk sem samkynhneigt. Þú ert alinn undir þjóðkirkju sem fallin frá. Ég bara alinn upp í heilbrigðu umburðarlendi. Býtu hægur. Og alhæfa fólk með þessum hætti sé allt í einhverju föl. Það bara fásinleikun og þú veist það sjálf. Hvar umburðarlendi gagnvart orðið Guðs? Hvar umburðarlendi fyrir sannleikanum? Ég bara umburðarlendi gagnvart lífinu. Þú telur þig hafa rétt til að ganga að Guð og segja Guð þú hefur rangt fyrir þér. En ég segi Guð hefur rétt fyrir sér alltaf. Menn finna hamingjuna á ólíkum stöðum, Gunnar finnur hana í Guði, Sigursteinn í samkynhneigðinni. Alveg eins og með geðsjúkdómana, þá hefur samkynhneigðin verið eitt af verstu tabúum í samfélagana, í gegnum árin og aldirnar. Þannig hefur það líka auðvitað verið með geðveikina. Nú þegar að, hugsaði hvað maður heppinn líka að vera upp á þeim tíma, að á svona síðustu 10 til 15 árum þá hefur hugarfarið og sýn manna og hugmyndir bæði samkynhneigð og geðsjúkdóma gerbreyst. Við Gunnar í Krossinum tókumst harkalega á Guðsmálin. Ég spurði hann hvort ég væri verri maður ef ég fylgdi honum ekki á Guðs vegi. Hægðu aðeins á þér, bara hægðu aðeins á þér. Opnaðu Jónasarguðspjall, lestu það í gegn hægt og reynda að leita Guðs í bæn og hann mun sýna þér hver að við. Það er ekki flóknara. Ég er að segja þér, ef ég vel þá leið í lífinu að gera það ekki og hef bara alls engan áhuga á því, er ég þá endilega eitthvað verri maður? Ekki verri maður, þú er bara röngum vegi. En af hverju eru röngum vegi? Vegna þess að Guðs vegur er hinn eini rétti sanni vegur. Hann er vegurinn. En þú hefur engan rétt til að dæma fólk með þessum. Ég er ekki að dæma, ég er bara að segja. Ég er að segja það sem Orri Guð segir. Já, þú ert að dæma fólk. Þú ert maður. Þú með þínum orðum ert að dæma fólk. Alls ekki, ég er að endurtaka það sem Guð segir. Ert þú ekki ábyrg orðaðina? Nei, ertu ekki ábyrg það? Ekki þeim skilningi að ég er að segja það sem Guð segir í sínu orði. Þetta er náttúrulega bara, nú ætlum ég aftur að segja þetta sé þættingur, vegna þess að þú hlýtur að vera ábyrgur orðaðina. Hlustaðu á mig. Með því að segja ég sé afvegaleitur, ertu að dæma mig og það eru orð sem eiga að vera ábyrg á þinni kennitölu. Hlustaðu á mig. Ekki kennitölu Guðs. Og trúmálin komu víða við sögu í þáttunum í vetur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir settist gegn mér í ársbyrjun, nýbakaður menntamálaráðherra og hvaðst vera kaþólsk, svo sem enn þekkja, en þó varla kaþólskarinn páfinn. Hann er á móti getnaðarvörnum að þeirra virðist á tímum alnæmis, þú varla með því. Hann vil loka samkynhneigða náðast inn í skáp aftur, þú varla sammála því? Nei, þú veist það ef þú hefur fylgst með mínu verkum þingi þá er ég ekki sammála því og hef þurft að rökstyðja það. Þú ert þannig að móti, og hann er til og með sem móti fóstureyðingu, þú varla sammála því, þannig að þú ert á móti vola mörgur sem þessi páfi að boða. Já, ég á ekki bara vinnin sem bara. Já, ég er ekki á móti trúnni, ég er ekki á móti kaþólsku kirkjunni.
en ég þarf ekki endilega að vera sammála öllu því sem að páfinn boðar. En ég ber virðingu fyrir því sem að hann enga síður segir, því þetta mjög merkur, mætur og djúpt hugsandi maður. En hefur rangt fyrir sér víða? Það þarf ekki endilega að vera að hann hafi rangt fyrir sér. Ég er bara ekki sammála því til að mynda varðandi fóstureyðingarnar. Hjarta mínu er ég á móti fóstureyðingum. Ég er á móti fóstureyðingum. En það er kvennanna ákveða. Býttu eftir á móti svona andlega en með því í praktískum? Ég myndi til og með aldrei fara í framkvæmd fóstureyðingar. Svo var tíðin að trúin bannfærði fólk og sömuleiðis flokkar. Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri lýsti því fyrir mér hvernig Alþýðubandalagið sett hana út af sakramentinu. Sko ég gekk í Alþýðubandalagið, ég hélt að það væri svona vettvangur fyrir konur. Og síðan bara komst ég mjög fljótt að því að þarna vildi ég alls ekki vera. Og fyrst að finna fyrir því frá vinstri elitunni? Já, svona, já. Ég fekk greinilega dálítið svikarastimpil. Nú þegar þú fóst út úr einum dilk og fóst ekki inn einn annað, þá ertu náttúrulega svo hvernig undanvilling og þú ert svo markalaust lamb, skilurðu? Þetta er sérstaklega dilku fyrir þennan lamb sem hafa engin mörk og þarna ekkert mark og þá ertu ekki lengur þeim hópi sem allir er svona hlaðið undir. Ég fekk einn sjálfstæðismenn í vetur til að gagnrýna sjálfstæðisflokkinn. Hún heitir Ásdís Halla Bragadóttir og baunaði á Björn Bjarna. Ég myndi vilja sjá meira jafnrétti í íslensku samfélagi. Þannig ég held að það sé alveg þörf að fara í gegnum jafnréttislögin og ræða þau, en margt í jafnréttislögunum alveg gott og gilt. Fór Björn Bjarnason fram úr sjálfstæðisflokknum í yfirlýsingum sínum þessi lög? Ég held að mjög margt af því sem að Björn hafi sagt hafi verið rangtúlkað. Björn sagði ýmislegt með orðalagi sem að ég hefði kosið en hefði ekki notað, en eftir að hafa unnið með Björn Birni í mjög langan tíma að þá veit ég það að Björn mjög jafnréttislega sinnaður og hann hefur sjálfsagt ráðið fleiri konur til stjórnunarstarfa en margir aðri stjórnmálamenn. Þú ert að segja að hann hafi sagt of mikið? Hann sagði hlutina öðru sinna nátt að gera það. Og menn töluðu misjafnlega hreint út. Guðjón Þórðarson talaði afskaplega hreint út viðskilnað sinn við Stoke City. Ég gerði það sem að mér var falið. Ég náði að koma liðinu upp. Fyrst og fremst erfitt samstarf við stjórnarformanninn sem að gera það verkum að mér var ekki falið starfið áfram. Talist þið við þú og stjórnarformaður Stoke í dag? Nei, ég hef ekki hitt hann. Ég hef engan áhuga að tala við hann. Það er ekkert öðruvísi. Óvildamennina er jú víða að finna í lífinu. Það þekkir Hrafn Gunnlaugsson kvikmyndarleikstjóri manna best og hann jafnvel skilur sína óvildamenn. NATO-ið, Sigmundur, þegar svona er borið á þau eitthvað svona, ef þú hefur vonda samvinsku er eitthvað þá sé ég að maður fer að sofa illa, mann líði illa og eins og maður sé svona í allum bíómyndum, þetta er vondi kallinn, hann fer að líði illa. Ég sé afskaplega vel og mér líður alveg ágætlega. Ég er vanur þessu og ég veit og ég skil þá menn sem kannski eiga í fjárhagslegum erfiðleikum, hafa orðið illa út í kvikmyndagerðinni og sjá það að ég hef haft heppnir með mér, einhver fyrir hjálp útlendinga. Ég skil ósku vel að þeir geta orðið stundum bílindi kvektir út í mér. Ég spurði Hrafn hvort að hann nýti þess ekki að vera vinur Davíðs Oddssonar. Hann hélt nú varla, það veri jafnvel bara bölvun. Ég lendi í því sem krakki að eignast æsku félaga sem síðan verður forsætisráðherra og ég held að hafi svona frekar verið mér til bölvunar sem listamann í gegnum tíðina eiga þennan góða vin. Sumir segja nú lán að þú hafi nú komist þetta áfram í gegnum sjóði og styrki vegna hans. Ég held að sé alveg þveröfugt. Og ráðherra kvikmyndamála er að sjálfsögðu Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hvaða framavonir gerir hún sér í flokknum? Ég ætla ekki að fara að gefa út yfirlýsingar hvort ég ætla að bjóða mig fram til varaformanns eða formans eftir 2 ára eða 3. En neitar þið ekki? Þetta neita ég ekki, þannig að maður lokar aldrei nefnir dyrum. Ég spurði Árna M. Matthísen, sjávarútvegsráðherra sem kemur úr sama kjördæmi og Þorgerður Katrín, hvort að hann væri nokkuð kominn í skuggan af Þorgerði. Nei, mér er allavega ekkert farin eitt að kólna í skugganum, en auðvitað er það náttúrulega alltaf svo að það kemur nýtt fólk og það þarf auðvitað pláss og svigrúm og það þarf að fá að spreita sig og þá fá þeir sem eru fyrir kannski ekki eins mikla athygli allavega fyrsta kast. Og Þorgerður Katrín bætti þessu við. Þú sem keppnismanneskja úr íþróttunum frá því í gamla dag, þú ætlaði allavega verið í 4. sæti í kraganum við næstu uppstillingu á lista flokksins þar.
Nei, ég held að það er búið að segja það núna þegar við höfum talað um það að það verður prófkjör næst og það bara býða og segja. Og ég hef líka upplifað það í íþróttunum og það er það góða einmitt sem maður lærir í íþróttunum. Ég hef líka upplifað ósigra og maður lærir að því. Og Árni M. Matthísen bætti þessu við. Ertu ekki hræddur við hennar viðseldir? Nei, ég er ekki hræddur við það. Heldur hún yfirskikið ekkert til dæmis hvað varðar hugsanlegt prófkjör fyrir næstu kosningar? Maður veit það auðvitað aldrei, maður verður þá bara að taka á slíku þegar það kemur. Metnaður manna í stjórnmálum er misjafn. Ásdís Halla Bragadóttir ætlar ekki einu sinni á þing. Segðu það nú bara hér og nú þér langar á þing. Nei, mér langar það ekki og nú veit ég að vinir mínir munu skamma mig vegna þess að þeim finnst ég útiloka það of og teikna mig út í horn, mála mig út í horn í þessum flokki þegar ég svara sér svona. Þú ert að mála út í horn? En í dag, ég veit það, í dag líði mig þannig. Kannski að Ásdísu Höllu vanti eitthvað sjálfstraust sem Guðjón Þórðarson á nóg af. Og þú ert að reyna að segja mér og áhörundum að þú sért bara meðal betri þjálfara á Englandi. Ég er alveg klár á því að ef ég fengi tækifæri inn í góðum klúbb að þá næ ég árangri, alveg sama hvar það er. Ég hef sýnt það og sannað það og ég segi eins og góðu vinur minn Kári Ingu sagði, þetta er ekki mónt, þetta eru staðreyndir. Skoðið bara CV-ið mitt, hvað ég hef gert og það tala sínu máli. Sophos Antivírus er vírusvörn fyrir kröfuharða, verðlaunuð allan heim. Inuit Iceland býður upp á heildarlausnir fyrir fyrirtæki. Kynntu þér málið á inuit.is. Komdu skipulagi á sorpmál þíns fyrirtækis. Leitaðu hagkvæmustu leiða. Við erum í rusli. Íslenska gámafélagi. Kláraðu málið með okkur. Húsasmiði. Komið sæl á ný, það fer að síga á seinni hluta þessarar upprifjunar af broti af því besta og þáttunum Maður og mann í vetur. Ég átti því láni að fagna að fara víða með ágætum viðmælendum mínum, svo sem eins og Guðna Ágústsyni landbúnaðarráðherra, en við fórum í sveitina Fögru fyrir austan fjall að Brúnastöðum hvar hann ólst upp. Bernsku slóð óbreytt er ég út úr bílnum fer og mér á móti koma pabbi minn og mamma. Hérna er ættaráðaleguðinni, en þetta hefur ekki verið neitt sérstaklega lengi í ættinni. Nei, faðir minn er fyrsta kynslóðin og það er dálítið merkileg saga á bakvið það. Hann fæðist á Eyrarbakka. Faðir hans, Þorvaldur, var skrásettur í Hraungerðishreppi. Foreldrar hans voru undir vistabandinu, máttu ekki gifta sig, eignuðust mörg börn. Hann fæðist 1. ágúst 1907 í Simbakoti. Þá heldur hreppsnefnd Hraungerðishrepps fund og tekur þá ákvörðun, óttast að þessi fjölskylda komin á hreppinn, sendir tilskipun á Eyrarbakka að litli drengurinn skuli borinn til skuldugra hjóna en góðra sem flutt frá Eyrarbakka. Þar dvelur hann í 10 ár og nærist á þessum skuldum. Að vísu í mikilli fátækt þessi hjón og hann segir frá því sjálfur að stundum fekk hann úldna blálöngu. Hann sópaði flugunum af lýsistunum og drakk lýsi sem hjálpaði hann mikið. En 10 ára gamall þá er hann hér eitt sumar á Brúnastöðum hjá barnlausum hjónum. Og þegar að litli drengurinn kemur á Eyrarbakka haustið til móður sinnar, þá linnir hann ekki látum, hún verður að fara hér upp allar mýrar til að biðja þessi barnlausu hjón að taka hann í fóstur. Og þar með hefst saga þessara ættar á Brúnastöðum. Og hér leið hann náttúrulega vel. Og hér byrjaði hann að hlaða niður börnum heldur betur. Já, svona er hann í móður mína sem hafði verið hér vinnukona í Ölfusholti eitt sumar og þau verða hjón. Eignast hér 16 börn á 21 ári, 12 drengi og 4 stúlkur. Það var ekki létt verk árðanlega síst fyrir móðurinna. Fannstu fyrir því sem strákur að það væri erfiðleikum bundið að ala upp svo mörg börn? Við liðum aldrei skort og móður mín var nú gríðarlega dugleg og þau bæði en þetta var auðvitað oft þröngt í búi og maður fann það. Svo gerist auðvitað þetta að þegar
13 börn eru fædd, 1956 þá hann kjörinn þingmaður Árnesinga og verður auðvitað fjarri oft, móðurinn ein með barnaskaran en hér hún var dugleg og þau áttu sitt fólk að, bæði hér í sveit og frændfólk. Þannig einhvern veginn gekk þetta nú allt upp hjá þeim og þessi 16 börn eru hraust og duglegt fólk. Það verður að segjast alveg eins og að heimkynni fólks eru æði ólík. Þegar maður fer og heimsækir Hrafn Gunnlaugsson í Laugarnesið, kemst maður að því. Mér líður eiginlega hvergi betur en á þessum stað, þannig að ég svona smá saman hef ég eiginlega bara sest hér að og mér líður svo vel innan alla þessar hluti og myndunum mínum og það svona ýmislegt dót og það er sagt að Hrafnarsafn í ýmsu í Laufsinn. Jú. En þetta hús ekki má segja jafn óvenjulegt og maðurinn sjálfur, Hrafn Gunnlaugsson? Ég nú einhvern veginn þannig að mér finnst ég vera alveg hræðilega normal. Mér finnst ég vera hræðilega venjulegur. Ég ofta að dásta mönnum sem eru svona kontroversial allt öðruvísi og bjóða heiminum byrgin. Mér finnst ég alltaf að hafa verið hálfgerður smáborgari alla ævina. Þú lýgur því? Nei, mér finnst það. Mér finnst ég alltaf til að hafa verið hálfgerður smáborgari svona. Þetta hús sko að margra mati mjög brjálað og þú hálfbrjálaði sjálfur að hafa komið þessu öllu hérna upp í andstöðu margra. Jú, það er náttúrulega ekkert skrítið kannski þegar maður er svona að leika sér að menn hafi ýmsar skoðanir á því sem þau gerir en ég hef nú yfirleitt gert þetta bara svona til að fá ánægju út úr lífinu og ég hef svona fundið það í seinni tíð að mér finnst eins og almenningur hafi gaman að þessu. Þú skulum kíkja hérna aðeins út vegna þess að þetta er það sem gerir þennan stað svona sérstakan. Sérstakt segirðu, þetta er náttúrulega alveg fáránlegt útsýni hérna innan allt þetta drasl. Þetta er ekki drasl, sérðu, þetta er hugsað. Þetta eru bobbingar úr togurum og trolla og togurum sem loka af hérna bryggjuhausnum og þarna sérðu dreka úr bátum og keðjur og svo hér fyrir neðan í briminu er borð úr hérna járnsmíðavestaði sem ég var gefið. Sumir myndu nú segja þetta væri algjör ruslakista. Já, þetta er svona spurning við smekk, einhvers stað þurfa vondir ef það er sagt. Ertu meira meina búin að stela svo öll saman? Mér hefur verið gefið þetta meira og minna og það er skemmtilega og það sem ég er með er það hringastundum í mig kallar utan að landi og segja heyrðu það endurnýja hérna bryggjuna hérna og það er hérna 2 staurar sem að brotnuðu og sprungu og þá að brenna það og mér datt nú í hug þetta myndi passa inn í hjá þér. Stendur oft hérna í vörinni og hugsar? Veistu, ég get notið þeirra forréttinda stundum að á mótnana því ég vakna lappa hér út og mikið saltan sjó eins og sagt er. Sem er gott. Sem er mjög traustvekjandi. Það voru ótrúlega margar skemmtisögur sem bara góma undir lok þáttanna minna í vetur. Að mínu viti var svo besta úr munni Reynis Traustasonar, blaðamanns og rithöfundar þegar hann settist á milli okkar Guðjóns Arnars Kristjánssonar og Reynir rifjaði upp skippertíð formanns Frjálslyndra. Þegar ég byrjaði sem unglingur með honum að sjó þá var líf og fjör á dekkinu. Hann hafði hátt og kom, þetta var svona, hann er svona aksjónmaður og frekar þungur en ég hef aldrei séð jafn þungan mann ferðast eins léttilega yfir allt sem fyrir var eins og alltaf og við vorum svona, við bárum óskaplega virðingu fyrir kallinum en hann var 25 ára sko, við vorum svona, áhöfnin var svona bilinu 15 til 18 ára aukustæðan. Þannig að þetta var það var þá? Já, 1970. Og bárum mikla virðingu fyrir honum, en þó þennan ugg sem að skipstjóri þarf að hafa, hann þarf að hafa aga á sínum mönnum, eins og alltaf, og mér hafa minnist eftir við vorum að koma einhvern tímann, hvað sem það var nú á deildagrunni eða hvað það var, við vorum að kasta og menn voru þunnir á dekkinu. Kallinn alveg kolvitlis í brúarglugganum, æpti og öskra og það hafði gerst að það er svo kallaði russi, það er svona spotti sem þarf að vera að klára hans, ég ætla bara að útstýra það, hann hefði einhvern veginn vafist utanum og við botnuðum ekkert í þessu kringunni hvernig átt hann á þessu. Og hann æpir alveg eins og vittismaður í sjóum með þetta, fullt af fiski og hvort sem það var nú eða ekki, ég held að hann alltaf verið vitlis þegar það var engi fiskur. Nema að svo heyri við hann hurðaskell, fyrst þetta ægilega öskur, hurðaskell og skvamp. Og þá var hann þennan sið að sko, þetta var afturbyggð bátur og hann stökk alltaf beint af brúarvagnum og niður á luninguna og hafði fram að þessu alltaf hitt. Og þarna hitt hann ekki. Og bara í sjóin? Og ég get guðsværi það að mannskapurinn á dekkjunu, hann var
óstarfhæfur með hreinlega grét úr hlátri. Þetta var maðurinn sem alltaf var að skamma okkur sko. Og svo kíktu menn út til þá hékk hann svona í vængnum í netinu horfðu bænar augum eftir okkur og við vorum bara ósjálfbjarga, við bara gátum ekki bjarga hann af hlátri og svo höfðu það nú af og það sagði sjónarvottur að hann sagði ekki eitt einasta orð, hann hristi sig svona eins og bólabítur sko, dregin upp úr vatni stekkur inn í brú og hann sagði mér að kokkurinn að hann fór aftur í bestík, þar var viskipeli, hann kvoldi sér hálfum pela, rumdi í honum og svo byrjaði hann að öskra eftir. Vestfjarðagaurarnir góðir. En það er við hæfi að segja þetta í lokin. Viðmælendur mínir allir, takk fyrir góða samveru og áhorfendur, takk fyrir góðar viðtökur. Þá er ekki meiri í þættinum að sinni. Verið sæl.